Við ætlum að byrja á því að nota Sensai Bronzing Gel. Þetta er bara svona litað dagkrem, svona gelkennt krem og þetta veitir okkur bara frísklegan lit en nánast enga þekju. Og það má bera þetta á með bursta eða bara með höndunum. Næst ætlum við að gera augun og ég ætla að nota augnprimer frá Smashbox og svo ætla ég að nota hérna Smashbox palettu. Við ætlum að byrja á því að setja primer yfir augnlokið og það er mjög mikilvægt þegar maður er að nota sérstaklega sterka liti að setja primer á undan. Þá fáum við besta litin og þá endist það betur. Við ætlum að nota þennan hérna fjólubláa lit og ég er að nota burstarsett frá Style Pro. Ég ætla að byrja á því að þrýsta litnum hérna í ytri augnkrók. Þá fáum við sterkasta litin og þá dettur minna niður þegar við þrýstum. Og ætla svo að nota svona blöndunarbursta til að dreifa úr honum. Og næst ætlum við að taka sama lit og þrýsta honum í innri augnkrók. Og pössum að taka hann ekki of hátt upp. Og næst ætlum við að taka þennan Peachy Shimmery lit á svona flatan bursta og ég ætla að þrýsta honum á miðjuna. Og við ætlum að nota sama fjólubláa lit undir augað og við settum líka sama primer og ég er að nota svona lítinn þéttan bursta og bara að dumpa litnum. Næst ætlum við að nota Becca Aqualuminous hyljarann og ég ætla að nota hann bara með setting brush frá Real Techniques. Við ætlum að setja svolítið vel undir augun. Og svo ætlum við að nota hyljarann líka á þá staði sem okkur finnst vanta örlítið meiri þekju. Næst ætlum við að setja Becca Beach Tint í litnum Lychee. Og næst ætlum við að setja Voluptuous Mascaran hárið. Næst ætlum við að gera svona sápu augabrúnir og þá tek ég bara sápustykki og eitthvað svona rakaspray eða setting spray og nota svona spúli og greiði svo í gegnum augabrúnina. Þá náum við öllum hárunum upp. Næst ætlum við að nota Provoca Lips frá Rimmel. Við byrjum á því að setja fyrsta skrefið og svo setjum við skref 2 sem er Lock and Shine og þessi varalitur mun ekki haggast en Face Halo nær honum af. Og síðast ætlum við svo að setja Nip and Fab svona Glow Body olíu. Maður þarf að hrista olíuna áður en maður notar hana. Og við ætlum að bera olíuna á bara með sama bursta við notum í byrjun í bronzing gelið. En hún veitir örlítinn lit og mjög mikið svona shimmer.